Hér erum við komin með alveg glæsilegan bíl sem heitir Xpeng G6. Það er skemmst frá því að segja að þessi bíll er alveg frábær. Hann er meiri háttar góður í akstri. Hann er með 87,5 kWh rafhlöðu sem að gefur honum 550 km í drægni og hann er byggður á 800 V strúktúr sem að gerir afköstin á rafhlöðunni meiri og það er miklu styttri hleðslutími í rauninni og þá komum við að því sem er svolítið sérstakt við þennan bíl að hann hleður alltaf 280 kWh inn á sig á klukkustund. Ef við tölum hleðslu frá 10 upp í 80% í hraðhleðslu þar sem hún nærð þessum hraða þá er ekki nema 20 mínútur að hlaða bílinn. Á þessum bíl eru 19 tómmu felgur, hann lætur ákaflega vel að stjórn. Þetta er fjórhjóladrifinn bíl. Hann er líka til með drif á annarri drifrásinni aftanverðu og hann er ekki síðri þar. Það er örlítið minna afl því að það er náttúrulega bara einn mótor en ekki tveir. Að ég nálgast hann, þá kveikir hann ljósin og opnar hérna hurðirnar fyrir mig, eða sem sagt skýtur hurðarhúnunum út. Ég hafði það bara þannig að ég kveikti á bílnum eða ég var inni að undirbúa brottför og hitaði hann vel upp, þannig að þegar ég var komin út þá var farið að framrúðunni og bíllinn orðinn volgur að innan. Þetta er eitthvað sem að mér finnst algjörlega frábært. Jæja, þá erum við sest undir stýri á þessum splungu nýja Xpeng G6. Að keyra hann á svona braut er afskaplega þægilegt. Stýrið á honum er þægilegt, það er gott að stýra honum. Það tekur örlítið seint við, það er ekki eins nákvæmt og á mörgum bílum sem við höfum verið að prófa. Hér hef ég alveg nægt fótapláss. Ég væri alveg til í að sleppa þessu stokki en ég er alveg sáttur við hann eins og hann er settur upp hér. Hérna er síðan 10 tómmu mælaborð sem að sýnir manni allt það helsta. Nú hann sýnir eyðsluna samkvæmt vaffelti P-staðlinum og ég fekk hann í ykkur 90%. Ég er búinn að keyra hérna til Keflavíkur og tilbaka núna. Er að keyra hann tilbaka og hann er í 64%. Jæja, þá erum við komin hérna fyrir aftan bílinn. Hann er mjög flottur að aftan, skemmtileg hönnun hérna. Stendur hérna náttúrulega Xpeng og svo er þessi ljósaræmur hérna sikkurum megin, LED-ljósaræmur hérna sikkurum megin. En ég tek eftir í að það eru skynjarar allstaðar og myndavélar líka í kringum bílinn. Ég held að sé í kringum 12 myndavélar í kringum ef ég fer. Nú síðan er þetta að opna hleran hérna bara með einu handtaki og örugglega þessari danshreyfingu hérna líka. Hérna erum við með 571 lítra farangursgeymslu sem er stækkanleg upp í 1374 lítra ef þú leggur niður sætin og það er að leggja niður sætin 60-40. Hér er síðan bassabóks fyrir hérna græjurnar og ég verð að taka það fram að græjurnar í þessum bíli eru algjörlega vonafokkennt. Þær eru í öllum Xpeng bílunum. Þá finnst mér ég taka eftir því að þær skara fram úr í gæðum og hljómurinn í þessum bílum er alveg, mann er langað bara að fara lengri leiðina heim. Nú það er þráðlaus hleðsla hérna, 2 hólf. Hér er alveg þetta hefðbundna, maður getur sett kaffibolla eða kókdós eða eitthvað og hérna er alveg risastórt rými fyrir dót. Það veitir nú ekki að því. Nú svo hérna inn í bílnum að þá erum við með þetta er svona leður eða gervi leður og mér finnst það svona, þetta er bara svona svipað efni og er í flestum bílum í dag en vonandi bara sér ekki á því eftir einhvern stuttan tíma, maður er kannski pínu hræddur það. Og hérna er hún Hey Xpeng að hjálpa mér hérna. I just wasn't talking to you, but hey, Xpeng. Hey. Can you open the window 1/3? The driver's window is adjusting. Thank you. Já, þessi dama er ofta að spjalla við mann. Ég er nú ekki ofta að tala svona mikið í bíl á leiðinni í akstri, en hún greip fram í fyrir mér vegna þess að hún hélt að ég hefði verið að kalla á sig, en ég var nú ekki að því. Þessi bíl, hann er 450 hestöfl, hann torkar, eða tógkrafturinn í honum er 600 Nm og hann er 4,1 sekúndu í 100.
Bílarnir með sem sagt, afturdrifinu, þeir eru aðeins minni í hestöflum en þeir eru náttúrulega með bara einn mótor, mjög svipað að aka þessum bílum sem er virkilega gott. Bíllinn er mjög mínimalískur að innan, það er ekkert sem er að trufla mann hérna og þá komum við aftur að því að mönnum kannski finnst erfitt að hafa ekki það helsta við hendina. En hér hefur til dæmis media volume, þú getur hækkað og lækkað í útvarpinu, hérna getur hækkað og lækkað í hitanum og ef þú setur cruise controlið á þá getur stilt, þá eru takkarnir tvívirkir hérna, þá stillir þú hraðan hér í staðan fyrir hitan. Enn og aftur varðandi aksturinn að þá fer bíllinn ákaflega vel með mann. Maður finnur það alveg að hann er mjög stöðugur og það er engin svona óþarfa hreyfing í honum eins og maður hefur fundið í ýmsum rammarsbílum, sérstaklega því að þeir eru svo niðurþungir. Þessi bíll er 2,2 tonn að þá hefur maður fundið fyrir því að þeir grípa hverja misfellu og sérstaklega á þennan veginn. En vöggun er engin. Kannski örlítið þegar maður fer í hringtorg þá finnur maður að bíllinn leggst pínkulítið í beygju en það er mjög óalgengt með rafmagnsbíla. Það þýðir bara að mínu mati að bílaframleiðendur eru að átta sig á því hvernig að framleiða bíla þannig að þeir hægi sér svona nokkurn veginn eins og þeir gerðu áður. Sem sagt bílar með hefðbundna bensínvél eða dísilvél. Innstíðið er sérlega þægilegt hérna fram í. Það er rafdrifið sætið hérna fram í. Og þetta hækka og lækka sætið. Og maður getur stillt það bara eins og maður best vill hafa það. Ef við skoðum aðeins mælaborðið í þessu bíl þá er hérna 10 tommu skjár hérna og svo stór skjár hérna sem er virkilega einfaldur og þægilegur í allri stýringu. Ef við tökum stýrið hérna, það er aðdráttur og þetta hækka og lækka hérna. En það sem er sniðugt við þetta stýri er það að það er alveg saman hvort þú hækkar eða lækkar eða hérna, það skyggir aldrei á mælaborðið. Það er til dæmis ekki svoleiðis til dæmis í Peugeot 3008 sem við prófum fyrir nokkrum misserum síðan og þeir eru ennþá með það þannig að stýri skyggi pínkulítið á mælaborðið eða það sem er hérna fyrir fram á mann þó að mælaborðið í Peugeotnum sé alveg æðislega flott. Ég held að þessi útgáfa sem við erum að keyra núna sem heitir Performance og kostar með styrk frá Orkusjóði rétt 7 milljónir. Það er bara ótrúlega mikið fyrir peningin að fá, myndi ég segja. Það er hérna panorama glerþak á honum og eina sem ég get fundið að hérna, ef maður á að vera mjög kritískur, að sætin mættu vera ná örlítið lengur undir hérna hnésbæturnar. Mér finnst það svona, ég er stundum að stilla mig af, ég er náttúrulega stór og þéttur, en ég er alveg viss það að maður getur stillt sætið örugglega þannig að maður finni ekkert fyrir þessu. Og það er rammastillt sætið hérna, þannig að ég get hækkað og lækkað og fært það fram og tilbaka. Þetta er mjög þægilegt. Hann er léttur og skemmtilegur þessi bíll, ég mæli með honum.